Höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og núna erum við búin að fá til okkar hann Viktor sem er að setja upp sýningu í Deiglunni og kannski byrjar á að segja ykkur bara hvað það var að setja upp. Ég veit svona cirka nafnið, Hótel Terminus heitir sýningin og þar verða sem sagt teikningar, málverk og skúlptúrar, hljóðverk, jafnvel ef ég ákveð að hafa það með. Það er alveg 2 dagar til stefnu þannig að það getur allt gerst sko. Hótelnafnið, hvernig dettur það inn? Það er vegna þess að þetta byggir á bara svona sko terminus. Þetta er orð sem var notað til að svona lýsa þegar svona eitthvað landsvæði endaði sko. Þannig að þá skelltur terminusinn þar sem þitt landsvæði endaði og næsta byrjaði sko. En þetta er líka notað í heimspeki til að lýsa því sko bara þar sem vitneskjan okkar stoppar. Þar sem við vitum ekki meira og getum ekki mögulega að vita meira bara út af takmörkum okkar, skilur við. Skynjuna takmörkum sem manneskjur sko. Og þaðan kemur nafnið Hótel Terminus sko. Og þessi staður, þessi mörk er alltaf að færast náttúrulega með framförum í vísindum og öllu. Þannig að þetta er alltaf tímabundin staður sko. Þetta er alltaf bara hótel, þú ert bara á þessu terminusi í stuttan tíma sko. Hvert skipti fyrir sig og síðan færir út kvíarnar sko. Þannig að þaðan kemur nafnið sko, Hótel Terminus. Varstu að leita eftir svona stóru svari? Já, það var náttúrulega æft svar. Já, nánast. Og þú blandar saman svona mismunandi tegundir, hvers vegna velurðu þá leið í listforminu? Það er bara svo leiðilegt að gera bara eitthvað eitt, er það ekki? Jú, sko líka bara það sem hentar hverju sinni fyrir sig, þú veist, einhver hugmynd biður einhvern miðil eða eitthvað þannig, skilurðu, þannig að maður bara svona reynir að vera svolítið frjálslegur með það. Gera það sem hentar að hverju sinni fyrir sig. Já, en hvað erum við að fara að sjá þarna, þú veist, myndrænt? Já, þú verður bara að sjá það. Hver er upplifunin? Þetta er eins og að lýsa hérna, eins og að vera með myndlistaþátt í útvarpi sem RÚ hefur reynda gert heilík. Það er engan sens að vera svona. Þú voru að selja þetta, sko? Já, þetta er eins og bara sýning sem er fullt af list. Bara ég nefnir ekki að fara að segja, þetta er bara fullt af verkum hana. Já, og bara mætið endilega, sko. Ég get alveg talað um sýninguna og það sem er að spá með hana, sko. En ég ætla ekki að vera að lýsa einhverjum tilteknum, sko, einstökum verkum, sko. En þú getur lýst upplifuninni, svona cirka, sem vilt að fólk fá það fram? Það er erfitt líka, maður. Hvað viltu að fólk samt, hverju viltu reyna að koma til skila? Einhverjum hugsunum eða pælingum eða? Ég er nú bara svona að leika mér það sem ég hef áhuga á sko og maður síðan vonar bara einhverjum fleiri að hafa gaman að því sko og svona og kunna að meta það. Hvers vegna ertu að vinna í þessum geira? Hvað er það sem að heillar við listamannalífið? Það er bara eitthvað svo skemmtilegt. Maður er svo opið og maður hefur leyfi til að gera svo margt og afsökun til að leika sig bara áfram sko. Já. Svona Peter Pan? Já, basically sko. Já. Svo ertu í hljómsveit við hliðina á þessu, í Mafama, á þetta vel saman, hljómsveitlífið og þetta líf? Stundum ekki sko, þegar þetta skarst ekki á, þá er þetta alltaf lægi sko, en já, þetta stangast ekki á, en núna, það búið að vera svolítið busy í báðum hliðunum undanfarið, þannig að það er búið að vera svolítið keyrsla sko. En ertu ekki að taka eitthvað úr báðum áttum inn í hitt? Jú, ég meina, þetta er ekki alltaf að skilja þetta að sko, nei, það held ég nú ekki. Ég er reynda líka, sko, gerir mikið af visual dótinu í kringum hljómsveitina, þú veist, plaggött og myndir og það er þetta náttúrulega alveg tengt sko. Hefur eitthvað verið að mennta þig eða ertu meira í að skapast? Mennti ég náttúrulega með BA í myndlist úr listaháskólanum en ekkert mennta með neitt frekar sko. Er það ekki líka alveg fullt? Það er alveg fullt, jú. Er það góður grunnur til þess að fara út í lífið með í þessu geira? Já, það er ótrúlega gott að fá að vera í skóla og leika sér með góðan kennurum og góða aðstöð þar sem þú fær að prófa allt sem þið sýnist á neinna pressu skilur og færðu bara að finna sjálfa þig sko, svolítið á þessum 3 árum. En hvernig er það þá að vinna í þessu umhverfi hérna á Akureyri? Það er bara yndislegt, finnst mér sko, já. Gott umhverfi fyrir listamenn? Já, svo hefur maður líka bakland sko, svona fjölskyldu sem hjálpa manni og leiðir mér að nota, þú veist, bílinn og smíða aðstæðin hjá sér og svona. En það er æðislegt, margir, þú veist, þegar ég var í Reykjavík þá var það svo mikið einnig, þurfti að redda einhverju eftir skóla og bara, þú veist, já, það var mjög erfitt, það var ekki á bíl, já. Að vinna við að hendur betur svona sýningu? Það er hellingsvinna. Það ekki? Já,
já, og það bara hellingsvinna. Það er marga daga, marga vikna ára undirbúningur. Já, sko þess vegna, hversu lengist að komast að niðurstöðunni hvernig þessar myndir hjá þér eru orðnar, skilur. Þú veist, fólk ekkert bara að mála eitthvað, þú ert kannski mörg ára að komast að einhverju niðurstöðu þarna og svo að setja þetta upp og framlega öll verkin og þú veist, þetta er meira þess en maður heldur, sko. Síðan labbar maður á sýningu og hann er alltaf rosalega svona ding, fínt og hreint, sko, eins og það er bara alltaf verið þarna. Það er ekki raunin, sko. Og gestirnir horfa í 20 sekúndur og... Já, nákvæmlega. En hvert er þetta stefna? Hvað langar þið að gera? Hvað er næst? Hver er framtíðarsýnin? Ég veit það ekki ennþá. Ég kom með vinnu í Danmörku, svona starfsnám, sem sagt, hjá listahóp sem kallar sig Bureau Detours. Það er næst núna í nóvember og verð þar í 4 mánuði bara og launum hjá Evrópusambandinu. Og já, bara í þessu starfsnámi, sko. Og hvað ertu þá að gera? Og Bureau Detours er svona hópur sem einbeitir sér að svona tímabundin arkitektúr. Þú veist, þeir eru að rísa upp, setja upp strúktúra með alls konar tilgang sem síðan rifnir aftur fljótt, sko, og þeir vinna rosalega mikið með borgarumhverfið og samfélagið og þú veist, mikið af tónlistarhátíðum er að fá Bureau Detours til að gera einhverjar partíeyjur út á hafi eða eitthvað, skilur, og þeir bara mæta og byggja og þeir eru mikið í þessu og að gera svona workshop með fólki og út allt. Er þetta ekki alveg draumur að fara í þetta? Þetta er bara frábært, sko. Maður fær vonandi að ferðast eitthvað með Evrópu og gera einhver verkefni með þeim, sko. Þannig að það er frábært, já. Og læra bara góðu fólki, sko. Já. Gott mál. Algjörlega magnaðir, það ekki. Glæsilegt. Takk fyrir komuna, gangi vel með sýninguna. Yes, takk. Og það er bara Deglan á laugardaginn klukkan 3 og kíkja á Viktor og spjalla við hann og sjá hvar takmörkin liggja.